hjartanlega velkomin að Rauðaborðinu í Helgispjall. En við erum með merkagest hjá okkur að þessu sinni, Heiðubjörg Hilmisdóttur, borgarstjóri, vertu velkomin. Takk fyrir. Og bara til hamingju með borgarstjórastöðu. Hún er svona tiltölulega ný ennþá. En þú eru látið aldeilis að þig kveða síðan. Mikið að gera. Algjörlega. Já. Ég auðvitað bara ekki ný svo sem í borgarstjórn, en þegar að fyrri borgarstjóri ákvað að hætta, þá fannst mér bara kjörið að tala við gott fólk í borgarstjórninni. Við erum auðvitað 23 og við þurfum að hafa meirihluta og við myndum nýjan meirihluta sem að í rauninni er miklu róttakari og svona viljuri til framkvæmda og gerða heldur eins og fyrir sem að ég var þó líka í. Þannig að ég sé nú ekki að... Þú hefur svona viðmiðið. Já, þannig ég hefur svona viðmiðið og mér finnst bara að það er bara ganga rosa vel og við erum búin að ná að gera heilmikið og við erum búin að samþykkja einhverjar 40 tillögur og allir bara fólk að fara í páskafrí í borginna og svo mikið að gera. en það er líka bara þarf að vera þannig. Okkur er að fjölga hratt og það eru mörg viðfangsefni og við erum allar bara þessar 5 konur. Þetta eru auðvitað Samfylkingin og Píratar og Viðreisn og Flokkur fólksins nei, Viðreisn, alls ekki Viðreisn. Ég er bara VFG minni. VFG, já. Og VFG og Sósíalistaflokkurinn og það er bara 5 konur í oddvitar og við hittumst mikið og tölum mikið saman og við erum alls ekki sammála um allt og bara mjög ósammála um sumt og það er bara í góðu lagi. En við hefum alveg þessa sterku svona félagshyggju taug sem auðvitað er kannski alls ekki í Viðreisn einmitt, sem að við bara byggjum á og viljum bara taka kannski meira utan fólki í borginni, áskoranirnar þar. Við erum auðvitað skyndilega, kannski alls ekki skyndilega, en margir upplifa allt í orðinu einhvern svona borg fólks af mörgum þjóðurnum. Það er frábært, við þurfum að nýta kosti þess. Við erum, finnum að eftir COVID þá svona meiri einmannaleiki og aðeins meiri svona ótti líka í unga fólkinu, við þurfum að mæta því, þannig við erum svona svolítið að mæta áskorunum og ætlum að nýta þetta rúma ár sem við hefum bara til hins ídrasta, til þess að gera gagn fyrir samfélagið okkar. Að fara svona beint í kannski kjarnan af vandamálunum í staðinn fyrir að plástra. Já, algjörlega. Það er enginn að segja að við séum eitthvað að hætta að leggja áherslu á skipulagningu nýra uppbyggingu eða fjármálin af einhver minni fókus á það. Það er bara meiri fókus á þetta líka. Og það var kannski eitthvað sem ég saknaði svolítið í fyrir meirihlutanum. Og mér finnst ótrúlega gott að starfa í þessu núna og finna, og ég vona bara borgarbúar eftir að finna það. Og við erum líka óhræddir við að taka ákvarðanir og við munum örugglega að taka einhver ákvarðan sem hefði getað verið öðruvísi og þá bara, þá maður líka vera óhræddur við að bara viðurkenna það. Já. Maður þarf stundum svolítið að éta onni sig hluti þegar maður er í politík. Já, og ég meina, ég held að allir í sínu lífi kannist við það að taka einhver ákvörðun sem mann finnst bara rétt þegar maður tekur hana. En síðan allt í einu sér maður einhvern annan flötta á því og þá skiptir maður skoðun. Og mér finnst mjög vont ef að stjórnmála menn og konur einhvern veginn eru ekki tilbúin til þess að gangast við slíku. Ég hef aldrei verið þannig og ég veist ekki að mörgum finnst það veikleikamerki, ég mátt aldrei viðurkenna að þú hafur ekki átt rétt fyrir, en ég er alltaf að læra. Og það er eiginlega skemmtilegast að náttúrulega við þetta starf, það er bara tækifærin til þess að tala við fólk og læra alltaf meira og meira. En hver er Heiðabjörg? Svo við förum nú bara alveg í byrjun. Hvernig varstu bara svona sem lítið stelpa? Ætlaðir alltaf að vera borgarstjóri? Nei, alveg klárlega ekki borgarstjóri því ég ólst ekki upp í borginni. Ég ólst upp í Norðurlandi. Ég er fædd á Akureyri og bjó fyrstu árin mín í sveit og svo var ég svona alltaf hálft árið þar þangað til ég var 16 ára. Þannig að ég er svona barn sem var í skóla á Akureyri og fór svona í mars og spurði hvort ég mætti fara í sauðburð og kom svo aftur í október. Og þannig ég svona best af báðu held ég og Þetta er rosa kontrast að sveitastúlka verður borgarstjóri. Já, svolítið, en ég held að það sé mjög hollt og ég held að það sé líka auðvelt fyrir mig að setja mig í spor fólk sem býr í borginni. Því fæstir sem búa núna eru einhvern veginn fæddir hér og flest okkar eru einhvers staðar frá.
þú veist, frá Austurlandi, Vestfjörðum, Suðurlandi, þú veist, það alveg, og það fallegt og það eitt af því sem einkennir svolítið Reykjavík, svona unga, spennandi, lifandi borg, en ég átti náttúrulega, pabbi minn var hérðan og systur hans og bróðir búa hér og amma og afi búa hér og alltaf þegar við komum til Reykjavíkur þá fannst mér það óskaplega gaman og ég held að það hefur líka verið vegna þess að ég hef alltaf verið mjög mikið matagatt, gánumat og við fengum allt svo góða mat ég lakka allt svo mikið til en að öðru leiti líka bara heitlaðist ég mjög snemma á Reykjavík og fannst það einhvern veginn, já, mér fannst ég alveg hér heima þó ég flytti svo tímabundið til Svíþjóðar líka. En ég er alveg på rótttökuheimili. Foreldrar mínum voru bara mjög virk í pólitík, voru í Alþýðubandalaginu. Mjög svona öflugt, hugsandi, gagnrýnið fólk á samfélagið og ég held ég hafi lært mest af því eiginlega í pólitík að bara rökræða við ekki síst við pappa sem við vorum oft ekki sammála, sem líka bara mjög gott og það var bara svona búin virðing fyrir því að við værum ekki öll með sömu skoðanir og þú veist ég sammála í grunninn skilurðu og þannig að ég ólst allt upp við að vera tekið mark á mér og ég held að það skipti máli og mér var falin mikil ábyrgð bara líka, ég var elst af systkini minn, ég var 3 yngri systkini og mamma fór fljótt að skúra kaupfélaginu eins og maður gerir á Akureyri og þá bara gerði ég kvöldmatinn því að pappi var líka vinna til 7 þannig að þau komum bara í kvöldmatt og ég var bara eitthvað, ekkert mál þú veist, þannig að já, bara fljótt ekki að með stórverkefni þannig að já, þetta var oft alveg flókið líf en skemmtilegt og lærdómsríkt og kannski bara ágættir svona þjálfun svo í bara lífið sem hefur einhvern veginn alltaf fært mér einhvern veginn í verkefni. Hvernig námsmaður varstu? Ég var auðvitað mjög metnaðargjörn, ég var alltaf verið mjög metnaðargjörn og mér verið alltaf fundið gaman í skóla sem er gott. Svo var ég náttúrulega mikið í sveit og það var á þeim tíma sem maður var ekki sjónvarp í júlí og ekki sjónvarp á 50 dögum og svona. Ég hef alltaf lesið rosalega mikið. Ég hef alltaf verið mjög fróðleiksfús og þannig að mér gekk vel í skóla, mjög vel rauninni. En ég hef alltaf verið svona mikil keppnismennska, ég hef alltaf verið með svona pínu prófakviða samt og ég man að mér var bent á það, ég fór í verkmenntaskólan, lærði að vera matsveinn, svo var ég matartæknir, svo var ég stúdent og var einhver sem benti mér á að það væri ekki skyld að vera alltaf efstur á prófunum, það var alltaf í lagi að vera, ég var svona smá verið að hnippa í mig með það. En það var einhver svona keppni í mér með það. Ertu með ADHD? Fyrir bara svona, þú veist, af því þetta hljómar svolítið svona eins og það eru svona, þú veist, þessar góðu duglegurstelpur sem eru samt alveg svona springa úr orku inn í sér. Já, nákvæmlega. Ég hef aldrei sagt frá því, en já, ég er með ADHD. Já. Og einmitt, og það sýndi sér mjög vel að því ég fór í verkmenntaskólan sem var náttúrulega líka bara einu svona pólitískt statement af því þó ég væri með góðar einkunnir þá ætla ég ekki að fara í menntaskólan eins og vinkonum mínar og það náttúrulega var svo margt sem maður gæti valið þannig að mitt ADHD fikk mikla útrás ég var alveg bara að læra að vefa, ég lærði að sauma, ég lærði að prjóna og ég vildi í rauninni óska þess núna að ég hefði einhvern veginn ekki verið svona föst í þessum kynja hlutverkum sem að þó ég væri alveg alveg upp við það og alveg feministi fannst mér þá ég vildi að þið fari í rafvirkjun eða þetta ekki einhver svona kursa í einhverju svona ég geti bifvélavirkjun? Já, ég gert við bílinn eða gert við eitthvað en ég hafði ekki vit á því en ég gæti prófa alls konar og það var ótrúlega skemmtilegt og ég bara mæli svo með og mér dreymur oft aftur að vefa það var svona opið, þetta var í gamla hússtjórnarskólanum sem var á Akureyri og við gátum alltaf komið og ofið og þetta var svona undir súð og ég ofta hugsa bara, ég var svo til ég hafa bara geta gert þetta stundum, þetta er bara svona svo jóga þetta er bara svona að þú bara ferð alveg og reynsar hugan og bara hugsa það sem þú ert að búa til, dásanlegt sko þetta á örugglega eftir að koma einhver bylgja í þessu og þá mun ég mæta Já, þú verður fremur kannski leiðir þá bylgingu Já, kannski, hver veit mér dætti það einhvern tímann í hug Já, þú ert elst 4 systkina Já Þetta eru systur og bræður Já, ég hef svo sagt ég var 3 ára þá eignast ég lítinn bróður og mér fannst það mjög spennandi og svo þegar ég var 4 ára þá eignast ég tvíburasystur þær eru tvíburar og það fannst mér alveg pínu erfitt sko
svolítið mikið svona á einu ári. En það var í raun ekki, það er ekki alveg ára myndlegra, þannig að en svo það auðvitað dásalegt, það ótrúlega gaman að alast upp í svona stórum systkinahóp og þau, sem sagt, já. Já, það var temmilega langt á milli líka. Temmilega langt á milli, já. Þannig að ég og bróður minn við vorum í kojum og svo voru þær í öðrum kojum og já, við byggum náttúrulega frekar þröngt, þannig við erum bara öll mjög náin og vorum mikið saman bara í sumarfríum og já, svona frekar góðar fjölskyldu aðstæður þannig. Foreldrar mínir eru svona reglusamt, harðduglegt, heiðarlegt fólk. En svo kynntist maður alls konar öðru í kringum sig sem að líka hefur við mótað mig mjög mikið. Þú veist, það þú veist, bæjarónin á Akureyri var frændi minn og þú veist, ég veit alveg að fólk alls konar og þó að það hefur verið mikið svona regla og mikið, þú veist, ég dáist bara svo mikið að foreldrum mínum fyrir bara einhvern veginn að koma okkur öllum til manns og ná alltaf endum saman og ég veit stundum ekki bara hvernig við fórum að því, sko. Bara, veist, í alvöru. Ég ofta að hugsa það núna, bara þegar maður er sjálfur, eftir ég eignaði sjálf börn og áttaði mig á bara hvað er flókið, sko. Þannig að fólk, og mamma náttúrulega bara gerði einhvern veginn svo ótrúlega mikið úr litlu, bara já, hún bakaði allt sjálf og svo náðu því já, akkurat, þau voru með kindur þannig þau byggu til eitthvað, veist, voru með kjöt og svo var frænd okkar á sjóan, við fengum fisk og svo ég veit ekki, en ég dást svo að þessu og ég vildi ég held að margir hefði gott að einhvern veginn ég veit ekki alveg hvernig við gætum yfirfært þessa þekkingu áfram. Já, eða þú veist, fólk bara einhvern veginn svona, og það voru auðvitað margir á þessum tíma, bara basla mjög mikið um 80. Þetta var alveg erfiður tími fyrir verkafólk og verðbólgu þannig að þetta var, þannig ég fikk alveg svona gott veganisti þar, en síðan flutti ég frá Akureyri þegar ég var 20. Og þá bjó ég hérna í rúmt ár og þá var ég bara búin að ákveða það að ég ætlaði að næringafræði. Mér langaði bara að vita hvernig maður gæti bara haft áhrif á heilsu með matnum. Og fannst það einhvern veginn vera bara eitthvað sem allir þyrfti svo að vita og ég geti bara komið heim með þessa þekkingu og bara sagt öllum og þau eru allir bara frískir. Svona, nei, ég kannski tröði ekki alveg en mér fannst einhvern veginn eins og þarna lagi rosa stór hluti af heilbrigði okkar sem þetta gerir. Þannig að ég bara sótt að komast inn í Svíþjóð og var búin að sækja 2 árin ég komst inn. Það er mjög erfitt í rauninni að komast inn sem erlendur nemi í grunnnám en það er bara eina besta ákvörðun sem ég hef tekið. Þannig að ég komst inn ég var að reyna að rifja þetta upp daginn. Ég held ég að komast inn 21. desember og ég átti að mæta í skólan 5. janúar. Veist, og ég bara ekki málið og svo bara var það þannig. Svo var ég þar á 7. ár og tók master og lærði bara útrúlega margt. Líka af því að bara búa þar. Já. Hvar varst í Svíþjóð? Ég var í Gautaborg. Í Gautaborg, já, það er æðislegt í Gautaborg. Mér fannst þetta alveg, æðislega góðu tími. Og það er svona... Varstu kratið þar? Já, ég finna að kjósa. Mjög sænst. Finna að kjósa eins og niður. Já, ég veit, sko ég var samt svona, ég var líka alveg, sko ég fylgdist náttúrulega með stjórnmálunum þar, að því ég er bara alveg að fylgjast með stjórnmálum og mér fannst líka venstri, hún Guðrún Hvíman, mér fannst hún alltaf svolítið flott, sko. Ég var svolítið hrifin af henni í pólitíkinni, hún svona talar tæpitungulaust og svo náttúrulega seinna eftir flutti hingað þá stofnaði hún þetta feministisk initiatív sem var flott og bara magnaða þar þau komist inn í dálítið margar setjastjórnir og létu til sín taka. Þannig að ég er nú alltaf bara, ég held að sósíaldemókratin er líka svolítið svona, við erum alltaf að leita því besta alls þar frá og en ég kaus einu sinni og þá kaus ég sósíaldemókrata af því að mér leist best að hann í mínu sveitarfélagi, þannig í mínu hluta af Gautaborg. Þá akkurat bjó í þeim hluta sem heitir Mölndal, sem er svolítið svona fínna fólki eða svona, já, hann er mjög mikilvægt að kjósa einhver já, og mörgum í skólanum mín fannst það einmitt svo fyndið að ég var að fara að kjósa. Ég bara, það er svo mikilvægt að kjósa.
þú veist, og það eitthvað sem að mér finnst líka við þurfum að tala svolítið því að þú veist, lýðræði svo mikilvægt og þó ég var íslingur og þú veist, þá bara fannst mér svo mikilvægt að kjósa í sveitarstjórnarkosningum, alveg bara og auðvitað erfitt stundum að margir gera það ekki, sko en já, svo sótti ég vinnu heima á Landspítalanum að stýra eldhúsi og svona næringarþjónustu á spítalanum og fekk það, þannig að þá flutti ég aftur heim bara með svona frekar skömmum fyrirvara þá ég búin eignast barn, þannig að við fluttum hingað og síðan hef ég bara verið hér, þannig ég er búin að vera núna í Reykjavík í 25 ár og núna bara ræður í Reykjavík já, nú fæ ég bara að vera í borgarstjórastöðu og hafa alls konar þetta og ég er búin að búa ég flutti mikið fyrst, þannig ég er búin að búa í mjög mörgum hverfum og sem að bara nýtist mér mjög vel núna. Já, áttu uppáhaldskörfi? Já. Það mátti ekki segja það kannski. Jú, ég ger það alveg, sko. Ég vil það býja í Laugardalnum og það er bara einhvern veginn, það er svona mitt heima hverfi. En mér finnst bara eiginlega öll hverfin í borginni, þau eru svo ólík og þau eru svo, og þau eiga alveg svona sín sérkenni og þú veist, ég er mjög gaman til þess að fara upp í Grá og ganga og ég menna þegar að með börnum í lítil, það er svo mikið á opnum leiksvæðum hana. Þetta er alveg frábært hverfi og Breiðholtið, frænka mín bjó í Seljakverfinu, þannig að ég gisti mjög oft þar. Mér finnst það alveg, það var ótrúlega stutt einhvern veginn í náttúru og allt. Margir, já, ég bjó einu sinni í Vesturbænum sem að hefur líka marga kosti og geggjaða sundlaug þannig að þú veist, já, ég geti haldið áfram Fossvogsdalurinn það eru öll hverfi með einhver svona sérkenni og núna náttúrulega eigum við líka í svo Úlfarsadalinn sem er bara einhvern veginn stækkandi hverfi og Norðlingaholtið og þú veist, þetta er Árbærinn, já, náttúrulega góðu vinn þar núna gengi mikið, þú veist, úr Laugardalnum yfir í Elliðaárdalinn og núna með nýju Vogabyggðinni, þá myndi þetta tengjast fallegar saman en mér fannst svona þegar ég flutti fyrst hérna í Teigana og með strákið minn og já, þá fann ég svona, já, ég vil geta heima þetta passar mér já, en ég get alveg búið annars staðar líka, sko Já. Örugglega eftir að gera það einhver tíman. Já, útilegur ekki neitt allavega. Hrannar, hann er nú formaður eða framkvæmdastjóri ADHD samtökjanna, gamla segja fyrir mig. Maðurinn þinn. Hvar kynnist þið? Já, og við kynnumst sko ekki fyrir en 2003. Þá var ég bara einstæðmóðir átti íbúið Teigunum og var að byrja í MBA-námi sem ég datt þá í huga að vera mjög snöggt líka. Og bara var að gefa út matreiðslubók ásamt að vera í fullri vinnu þetta. Og með vinkonu minni og við komum heim báður, vorum búin að renna næringaráðgjöf og næringafræði og hún náttúrulega prófessor núna og er ennþá að rannsaka á eitthvað. Og við vorum alltaf að spyrja fólk bara, hvað borðið þú? Hvað borður og þeir alltaf bara brauð með osti, brauð með skenku, brauð með osti og við vorum eitthvað bara, eða kæfu, það var svona og við vorum eitthvað, við bara verðum að gera bók, þannig við gerðum svona samlokubók og ég hitti Hrannar og hann var sérst á markastjóri Eddu-útgáfu og var eitthvað að dásta okkur fyrir að gera þetta bara sjálfar því að við vorum einhvern veginn búin að tala um einhver útgefendur, þeir vildi hafa svo mikil áhrif á hvernig bókin var og við bara nei, við gerum þetta bara sjálfar þannig að hann fór að gefa okkur svona ráð og svo bara, já svo bara kynntust við og urðum ástfangin og við erum bara búin að vera saman síðan þá þannig að það eru bara 20 ár 22 ár síðan við kynntumst og við erum búin að vera bara saman 20 ár það er ótrúlega fljótt að líða sko og vorum við að hugsa maður gær og við keyptum okkur saman hús í Sundunum bara fyrir 20 árum okkur fannst það ekkert eitthvað stór ákvörðun þá en svo erum við núna stundum bara hvernig tókum við ákvörðunum að kaupa saman hús bara strax eða þú veist þannig ég skil alveg ungt fólk sem verður ástfangi og bara tekur einhver svona rosa ákvörðunir og ákveður að flytja til annarra landa því það er bara hlutað að vera það er bara hlutað að vera til og það er allt í lagi en svona eftir að hyggja að maður bara en við búum ennþá þar og það er dáslegt og þar eru við búin að eignast 2 stelpur og hann átti dóttur áður þannig þeir stór fjölskylda þannig að við höfum samtals 4 börn og dóttir hans býr í Danmörku og danskan mann og hún er 2 börn, þannig ég fæ svona aukalega 2 ömmu börn sem er útrúlega skemmtilega
þannig að við erum alveg stór fjölskylda hér en ekki mikið af ættingjum samt svona ekki, það er ekki systkinin mín eða systkini hans ekki beint allavega en ná reyndar einhver samfeðra systkini sem búa hérna en og foreldrar okkar búa ekki hérna. Nei. Þannig að, Já, eru systkini þín og foreldrar þau eru þá fyrir norðan? Systur mínar búa ennþá á Akureyri og mamma og pappi og þeirra fjölskyldur sem sagt og þau eru þetta svona mikið saman en bróðir minn flytti bara skömmu á eftir mér til London og hann bara býr þar með breskri konu og elskar London og vill bara hvergi annars það búa. Þannig að ég skil það líka mjög ég skil það ekki eins og vel skilur ég hef aldrei orðið svona ástfangin á London eins og hann en ég meina það er líka svo skemmtilegt en það er bara gaman að heimsækja hann og hann er mjög duglegur að koma í heim og hitta mamma og pappa sérstaklega nú komið beint flug frá London til Akureyrar þannig að nú missi ég að hitta nú getur hann farið bara beint norður þannig að ég þarf að þú verður bara að fara að kíkja til London já það er svo sem mann er nú engin vorkur með það þannig að við erum svona en þannig að við erum kannski aftur svolítið svona við erum svolítið bara þétt fjölskylda við erum mikið saman með krökkunum okkar og það er bara ótrúlega gaman að vera foreldri mikilvægt að halda svona hópin og það er í rauninni bara það fólk sem ég forgangsraða núna þannig að allir vinir sem mögulega sjá þetta bara sorry en að meðan að einhver vill og einhver er ennþá með okkur og svo veit ég að sá tími náttúrulega líka líður hjá sko dóttir mín er 19 ára og hún er komið kærasta sem er í fótbolta og hann var keyptur til Noregs þannig hún er búin að vera í Noregi alla páskana og er að fara útskrifa stúdent ég er alveg að undirbúa mig undir það andlega en að langi bara að búa hans í honum og þá er bara og er þetta yngsta barni? Nei, næstins það, svo eina sem er 17 sem er nýkomið með bílpróf aðeins búin að er að æfa sig að keyra Þetta er skrítið veruleiki með þegar barnir manns svona vaks úr grasi og verða allt í einu svona fullorðnir einstaklingar maður er svona lítið tilbaka og hugsa með sér ég vildi ég hefði kannski kreistu aðeins meira en svo er auðvitað líka óbúslega gaman að sjá þau verða einmitt að manneskjum bara þetta er ósamlegt sko og sonur minn alltaf hann veikist og lendi í svona mjög erfið tímabili sem hann lendi í einelti og alls konar áföllum og þannig við þekkjum alveg líka að þú veist að lífið færir ekki öllum bara súkulega rósir hann er ótrúlega duglegur og algjörlega, ég dáist á honum bara endalaust sko hann er búin að vera edrú í 6 ári í sumar líka tókst á við það og ótrúlega duglegur og er fættur 98 ég næ ekki hvað hann er gamall en ég er einhvern alltaf ruggla því þannig ég fann að segja bara fæðingarárið þannig að við hefum líka kynst því þannig að það er líka svo gaman að fylgjast með svo sem litlu krúttum hana sem bara einhvern veginn að ná árangri, það er ekkert sjálfsagt sko að ná að útskrifa stúdent og það er ekkert allir sem fá þau tækifæri En hvernig er að vera ég móðir með veikt barn svona eins og drengiðin? Það er rosa flókið. Ég held að það sé og ég hef myndi sagt að við Hilmi minn að ég menna þetta er bara flóknasta nám sem ég hef farið í sko. Þú veist, að því að maður er einhvern veginn umönnunaraðili, mamma, umboðsmaður þú veist, þetta er einhvern veginn svona, þetta verður svo og það er svo erfitt að barnið manns einhvern veginn mætir hindrunum, maður langar svo að taka þér að þeim og einhvern veginn bara fá að feysa þess, ég veist ekki hvað ég óska oft, ég hef fengið hennar sjúkdóm hann fekk fyrst fekk hann MS sjúkdóminn sem kom bara mjög svona bratt og hart og mjög ítrykku kost og mikla skertafærni og þetta var bara alveg ótrúlega flókið og erfitt og þetta fyrst og fremst fyrir hann, það er líka svolítið flókið að vera foreldri og við fengum mikinn stuðning frá eins og MS-félaginu og líka félagi sem heitir Einstök börn því hann greindist svo með einhverja 2-3 sjúkdóma í viðbót sem að innfylgdu ekki lífið og það er til dæmis alveg frábær samtök Einstök börn fyrir börn sem eru bara eina barni kannski á Íslandi með þann sjúkdóm eða 2 og fyrir þær fjölskyldur sem eru að takast á við það er bara ótrúlega mikilvægt en svo náttúrulega líka mikilvægt að
að láta ekki allt lífið snúast þetta og þú veist, við þurftum einhvern veginn að gera samning, hann var alveg komin og ég var alltaf að spyrja hvernig lífið þannig við þurftum að gera samning og maður talaði bara um þetta klukkan 5 á daginn alls konar svona hlutir sem maður, þú veist, og maður náttúrulega, ég fór alveg að krafti inn í til dæmis MS-félagið og að byggja upp eitthvað þar fyrir börn og eitthvað svona þá til ég fatt að ég kannski fer svolítið krafti inn í allt sem ég geri sem auðvitað frábært félag en núna ég fyrst og fremst bara að reyna að vera hans bakhjarl og hans stuðningur og hann auðvitað flottur ungur maður sem bara býr að það hjá okkur en við hjónin tókum bara þá skynsamlegu finnst okkur en mögulega fjárhagslega óskynsamlega okkur en að fjárfesta eins í að breyta húsinu okkur þannig að hann gæti fengið aðeins meira að vera sér og svona búa svolítið svona sjálfstætt og gera það glimrandi vel sko og svo bara vita stelpunum það, ég sagði bara ég jafnaði maður, það gildir ekki að saman alla hann þarf bara meira en þið þannig þetta bara maður að vera það alla leið sko þannig að ég mun ekki búið til íbúður fyrir alla sko Nei, þú verður ekki hugsað það væri nú samt voðalega svona kósí ég geta haft þau svona öll svona bara Já, það er nú alveg kósí tilhugsun sko En það er líka alveg fínt að vita á þeim Já. Ég er svona fjarska, ég viðkenni það líka Já, en ég menna þetta er auðvitað alltaf stærsta hlutverkið einhvern veginn takast á við nálægt manni, það er einhvern veginn fjölskyldan og börnin og þetta er svona held ég það sem ég hef lært mest af og líka bara, þú veist, verið erfiðast í mínu lífi, klárlega bara lang erfiðast verkefni sem ég hef tekist á við og ég fór í sálfræðina í kjörfæði ásætt, ég mannst þetta bara hvernig getur fólk bara, þú veist, höndla svona að þetta er svo stór áföll og röð áfalla og það er eitt af það sem mér bara mikilvægt líka í samfélaginu að við kennum einhvern veginn áhrif áfalla á fólk og sem, við erum svo mikið að dæma allir að vera einhvern veginn alltaf í toppformi skila fullum afkostum allstaðar og annars eru þeir ekki og maður svona einhvern veginn hver ákveð hvað afkost maður má aldrei vera smá bógin Nei, og ég menna nú er ég bara býja því til dæmis að vera mikið í sæti, ég las mjög mikið, ég er mjög fljót að lesa, ég vinn satt, en það er ekkert eitthvað eðlilegt endilega við það, ég menna kannski gerir einhver annar betur sem vinnur hægar, en við erum ekki já, ég er ekki hrifin af öllu þessu svona stöðlun og líka þessu, þó ég hef verið svona engan að dreifin sjálf sem barn, finnst mér það frekar skrítið mælikvarði á getu fólks. Hann mitt, það er nú til umræðu á meðal barnamálaráðherra og svona í samfélaginu. Þú ert sammála honum með þetta? Það þurfi að finna einhverjar aðra leiðir. Hann sagði nú... Líka sko. Já, líka. Þannig það var svolítið svona snúið út úr orðum hans, tók ég eftir í fjölmiðlum eftir þetta, að hann væri að tala að það ætti bara slá af öll einhverjarkerfi og umbunarkerfi. En hann var nú ekki að meina það. Nei, hann var ekki að menna það og mér finnst mikilvægt að við sem að horfa á fleiri þætti og skólakerfi okkar einhvern veginn mæti líka og meti sko hæfileika og þekkingu barna sem að kannski hafa ekki þann hæfileika að sittast niður og taka próf eins og bara við erum mörg þjálfuð í og bara finnst eðlilegt af því þú kannt kannski jafn mikið en sumir eru til dæmis bara svona óstjórnlegan kvíða geti ekki próf en kunna samt allt efnið er hægt að gera það öðruvísi Ég held líka bara færni á öðrum sviðum, þú veist, ég er búin að, það er svo margt og við vitum í rauninni ekkert framhaldinu í framtíðinni, hvaða þekking verður verðmætust, hvaða þekkingu muni okkur vanta, því það er ofta að tala um það, þegar fólk er að tala um að við eigum að framleiða fólk úr menntakerfinu fyrir atvinnulífið, sem ég er í grunninn ekki endilega sammála, en ég segi samt, þó svo velliðum að gera það, þá held ég að við vitum ekki alveg hvað atvinnulífið áttir að þurfa af því að við vitum ekki alveg hvert kannski verður það bara listamenn kannski er það bara heimspeki eða kannski er það bara verkfræði við vitum það í rauninni ekki sko. Kannski fyrir við bara aftur í kjarnan þannig ég held að það sé svo mikilvægt að við einhvern veginn sko, séum þannig samfélag og við hvetjum börnin okkar einhvern veginn til þess að bara líta inn á við og finna út hvað þau langar af því að það er svo líklegast að þú verðir góður í því sem að einhvern veginn kveikir áhugaðin en þá sért ekki að svara einhverju kalli menntuna og hjúkrunarfræðingum bara af því það er það veist, af því það er fullt af fólki sem bara dreymir að vera hjúkrunarfræðingar eru frábæri hjúkrunarfræðingar
og svo framvegis sko. Þannig að við séum einhvern veginn, ég held að þannig, ég trúi á það. Þannig því samfélagi best og hérna við myndum einhvern veginn ná sem best út að við verum svona, gerðum það kleift og mér finnst ótrúlega mikilvægt að við tökum frekar skref í að opna nám fyrir fleiri. Það er bara, sko, já, það er fátt sem að hérna, gerir mig jafn einhvern veginn forviða og einhvern veginn hvernig við höfum hort framhjá því að hver margir einhvern veginn klára ekki framhaldsskóla og hver stór hluti á ungu fólki einhvern veginn finnur sig ekki í samfélaginu, finnur ekki sinn stað, finnur ekki að tilheyri, upplifir einhverja, að það sé fyrir utan, einhverja jaðarsetningu og að við séum einhvern veginn bara öll að hugsa hvernig getum við náðu í þau, hvernig getum við sýnt að þau skipta okkur máli, hvernig getum við búið til tækifæri. Þetta var eitthvað sem að ég var alveg bara, þegar ég var með minnsun, ég var bara, það er menntun að skylda til 18 ára, eitthvað ber skylda til að mennta til 18 og þú veist, það er í lögum. Og hérna, samt erum við einhvern veginn að sætt okkur við það að 16 ára fá ekki menntun. Og ég trú á menntamálaráðherra núna, ég held að hann hafi einmitt þannan skilning og ég held að við öll bara allt samfélagi, við þurfum að tryggja og þarna líka verða til svona stéttaskipting og líka upprunaskipting að við sjáum að börn af erlendum upprunar eru frekar að falla frá úr námi eða hætta eftir grunnskólanám og það er bara alvarlegt fyrir Íslands samfélag því við viljum jöfnuð og jafnrétti og þú veist að við séum öll og ég held við séum þar öll. Ég held að við viljum það í rauninni. Ég hef þá trú. Íslandi viljum áfram vera þannig samfélag að við fáum tækifæri. Og mér finnst bara mikilvægt, ég hef ekki getað menntað mig þegar við vorum námslán og mér finnst bara mikilvægt að það standi allum til boða að mennta sig og að sé þessi stuðningur og það væri frábært að horfa meira til Norðurlandanum þar, að styðja betur við framhaldsskólabörnin og styðja betur við háskólafólkið og þess að það þurfa endilega að vera alltaf lán að sé mér styrkir og slegt. Já, mér finnst það mjög góð hugmynd að efla fólk til náms bara svo að og svona finna sig. Mér finnst líka kannski að vanti svolítið í umræðinu að ungt fólk fái að finna sig í námskerfinu það megi breyta, það megi vera leitandi, það megi skipta brautir og svona að því að þú veist, maður festir sig ekkert endilega við það sem maður ákveður 16 ára. Nei, ég segi oft með mig ég fór í næringafræði, viðskiptafræði og sálfræði, ég bara þú veist, maður veit ekki alltaf hvað maður langar en þekkingin er alltaf með þér og maður hefur alltaf með þekkingu þannig að það er aldrei ár til sóunar ef þú tekur 1 ár í verkfræðin ákveður síðan að fara í hjúkrun. Það ertu samt með hina menntunina með þér og þú veist, það nýtist þér alltaf í lífinu. Það er alls ekki nein mistök eða sóun finnst mér að krakkar sig að leita og prófa og finna út úr sig og ég menn það liggur ekki svona á Lífið er ekki þannig að það skipti öllu máli og líka ef þú ákveður að mennta þig ekki það er líka allt í lagi. Þú mátt líka fá að velja það. Þú veist, mér finnst líka svona einhvern veginn við mögum ekki alltaf líta upp og niður og alla heldur bara að fólk fái virkilega tækifæri til að velja en núna meðan það er ekki tækifæri fyrir alla þá er það ekki þannig en sumir vilja kannski alls ekki vilja ekkert endilega að fara eitthvað langt nám og finnst ekki gaman í skóla og langar frekar að vinna og þá líka þetta að horfa bara styttri námsbrautir. Ég var mjög hrifin af eins og í Danmörku kynntist ég þegar ég var yfir á Landspítalanum þá vorum við að kynna okkur svona styttra nám því við vorum mikið að reyna að vinna því bara með eflingu og samhengi að starfsfólki okkar sem ekki var með fagmenntun að það fengi menntun bara, þú veist, námskeið, þekkingu, af því þú veist, það vilja allir kunna starfið sitt vel. Og til dæmis í Danmörku þá eru þeir með stutt námskeið fyrir fólk sem vinnur í skóbúð, bara læra leður, umhirða skó, þannig getur einhvern veginn vissir mismunandi tegundur af leðuri, mismunandi tegundur af efnum í skónum. Þú veist, og vinnur í kjötborði, nautakjöt eldri svona, lambakjöt svona. Þetta þarf ekki endilega að vera einhvern veginn svona stórar bækur, en þetta er svona mikilvæg þekking. Þú kemur tilbaka í vinnuna þína og ert betur. Flott að geta líka einmitt að eiga það í bakgrunni, svo þú segir. Það tekur engin námið af þér. Nei, og þarna kemur tilbaka og ert bara einhvern veginn örgar í þínu starfi sem þú hefur valið og ert ánægð með. Þannig að, þú veist,
Við erum alltaf dreymt þetta. Ég er búin að nefna þetta við samtök atvinnulífsins. Ég gera það hér með aftur. Já, það er að innbráða þessu aftur. Nei, þetta finnst mér líka, þetta er ábyrgð svolítið atvinnurekanda að bjóða upp á þessa þekkingu. Því við getum ekki ætlast til þess að allir sem afgreiða okkur allstaðar viti allt. Nema þeir fái tækifæri til þess að Akkurat. Nei, þetta finnst mér mjög góð hugmynd. Þú talar þessum feminisman og þú nú verið áberandi í svona feminískri baráttu gegnum árin. Ég þekki þið nú kannski bara best þaðan. Hvernig verður maður feministi? Og nú er það þetta verður alltaf verið svona ákveð skammarorð, það er ekki allir sem hugnast það, en einn feministka barátta sé svolítið svona einsleit orðin og eitthvað svona og þú er þetta hægt að vera sammála því á svona allavega á svona ýmsan máta en kannski ekki alveg ég meina feminism er ekki dauður og hann er ennþá þarfur. Heldur betur og feminismi er svo mikið fyrir mér, þú veist, þetta er auðvitað bara jafnrétti og jöfnur, þú veist, þetta er náttúrulega bara sjálfsögð mannréttindi fyrir alla og þó ég sé hvít núna miðaldra, ég hef ekki alltaf verið miðaldra, ég hef alltaf verið feministi, ég hef eftir að vera gamall feministi líka, að þá vonandi, þá er maður alltaf að berjast fyrir alla hópa og það er svo mikilvægt að við einhvern veginn sýnum það en samt vil maður ekki tala fyrir aðra því það er heldur ekki við, þetta er alveg pínu flókið sko, en ef maður sýnir stuðning og hlusti og fræðist og mér finnst það eitt af því sem að feminismi hefur gefið mér, ég hef lært ótrúlega mikið og bara hafa skilning á stöðu, auðvitað fyrst og fremst kvenna, það er það sem ég fer inn í þetta, mér finnst alltaf bara staða kvenna algjörlega galinn sko og ég meina þegar ég er í sveit sem krakki, þú veist, það var svo skil á milli sem við stelpunum máttum gera og strákunum máttum gera. Það bara, þú veist, það var ekki tengt, sko. Og mjög margt af því sem þeir voru að gera fannst mér meira spennandi. Og veist, heldur en að vera alltaf inni einhvern veginn að bara eitthvað ryksu og baka og eitthvað, þú veist, svona, þú veist, þetta var alveg, þú veist, þeir fengu að fara að róa út í einhverja eyjur og aðdjóða með hvort það var einhverja kindur, eða skilur, alls konar svona hluti sem að stelpunum var ekki leyft. Ég held að það hafi fyrst gert mig feminista. Líka sjá bara hlutverkaskiptingunum milli ömmu og afa, að hann átti jörðina og allan peningin en amma sá allt, en átti ekki neitt. Þetta er svona einhvern veginn, síðast inn í mann. Svo ætlar að Vigdís var forseti, það er rosalega áhrif. Mér fannst bara persónulega ég hefði unnið, sko. Bara, þú veist, einhvern veginn bara konur geta, af því þá einhvern veginn birtist pólitíkin sem ég var auðvitað alveg fyrir að fylgjast með, það voru eiginlega bara kallar. Það voru bara, Og það er auðvitað bara okkar virðleiki sem fæðumst hér. Það voru allir eins, það voru allir hvítir, fæddir á Íslandi eða einhvern veginn örfáir fæddir einhvers staðar annars staðar. Og við vorum bara að berjast fyrir þeim sjálfsögum mannréttindum og ég menna bara eins og konur hafa gert hér í yfir 100 ár. Ég menna Bríet og allar þess konur sem við heiðrum alltaf hér og tökkum bara frá dýfstu hjartarótum fyrir þeirra baráttu. Af því ég veit ekki hvar við værum annars, sko. Og kvennalistin, ég menna, Jesús, hvar bara því lít grættist dag sem er unnu, sko. Ég bara, mér var stundu feimin bara að hitta þær. Og bara í síðustu viku þá hitti ég feministkar konur einmitt frá Palestínu. Voru 4 konur sem að ólíkum áttum, sem allar hafa verið með svona sterka feministka baráttu þar sem að það eru bara berjast fyrir í rauninni bara því að fólk átti sig á bara stöðu kvenna í Palestínu og hvaða fólk það er sem er verið að myrða og það eru þarna með börnin sín og þetta er bara, þetta er rosalegt sko og það eru þetta bara mjög sterk feministk barátta að þeirra réttindi séu einhvern veginn virt og það séu áleitnar manneskjur en ekki tölur á blaði og þetta er mjög svona harkaleg gagnrýni á vestræn stjórnvöld sem að það voru með sem ég held að við máttum alveg taka meira til okkar að þeim varst svona, við tækjum svolítið ástandið þarna bara sem einhvers konar fréttaefni. Þetta er svo langt í burtu. Já, svona einhver fréttaefni, svona einhver tölur, hversu margir dói í dag. Já, menn hún var að segja að þetta er kannski barnið mitt og ég og þetta eru mest konur og börn og þó einhverju kallmenn séu sem er þar, sannarlega, þetta er þetta mjög kynjað samfélag að taka einhverjar hræðilegar ákvarðanir, það bitnar það á þeim og það er þetta bara mjög ósanngjarnt og ég var kannski ekki alveg búin að hugsa þann feministka vinkil á þeirri baráttu til dæmis, þeirra. Þannig að mér finnst ég alltaf vera að læra og ég ætla að reyna að finna, ég held að við þurfum að styðja það og svo auðvitað líka hafa
konur með annan húðlit en annan, bleika, ég veit ekki hvað maður að segja um köllum okkur alltaf hvít. Já, hún eitthvað, kannski blá eða eitthvað, ég veit ekki. En þetta verið að berjast fyrir sínum réttindum og ég skil það vel og ég menna við höfum alveg fengið að heyra gagnrýni það að við séum alltaf berjast fyrir bara einhverju launajafnrétti og hlutfall í stjórnum og auðvitað skilur maður, ég menna. Og fyrst og fremst það sem maður kveikti í mér var náttúrulega bara þetta óréttlæti, mér finnst þetta bara svo mikið óréttlæti og svo auðvitað bara ofbeldið. Og það heldur mér ennþá, ég er svo hissa María-Lilja á að við séum ekki komin lengra þar. Nei, einmitt. Og ég held að við þurfum einhvern veginn að fara onni í sauman og því bara af hverju? Ég bara skil það ekki. Það er eitthvað, einmitt, það er eitthvað svona, við verðumst alltaf vera, svo ég tala áðan, svona plástra ykkur vandamálin, en aldrei fara svona í kjarnan. Og kjarnin er ekki að það séu útlendingar í samfélaginu og það svona séu komið hér upp hópnauðgunarmál. Heldur er það bara þetta, karlar beita konur ofbeldi og það er eitthvað þarna sem að, það eru þetta ekki allir karlar sem beita konur ofbeldi og það er kannski best að taka það fram hér svo að verða ekki allt brjálað. En við gerum okkur grein fyrir því að þeir sem beita ofbeldi í samfélaginu, hvort sem að það er karlar eða konur sem að verða fyrir því, það eru karlar sem beita því ofbeldi. Og það er eitthvað aðna, sko. Það er eitthvað sem við erum, eitthvað sem okkur er að yfirsjást. Einmitt. Þetta var einmitt eitt af því sem það eru notuð palestínsku konurnar. Það er palestínufólk sem er að taka slæmar ákvarðanir. But not all Palestinians. Og þetta er svolítið gott að við notum not all men. Not all men, einmitt. Og þetta er auðvitað þannig. Við erum auðvitað bara fólk. Já, en auðvitað ekki, það er ekki þannig að allir kallar beita ofbeldi. Það er ekki þannig að allar konur séu þolendur ofbeldi. Svo konur er ekki þolendur. Við erum bara að benda á, við erum engin fórnarlömb. Við erum bara af ákveðnu kyni sem einhvern veginn, það hefur viðgengist í samfélaginu að beita fólk á því kyni og þetta ennþá frekar trans og hins hinn fólk en ofbeldi og ég bara skil ekki af hverju ég get ekki sagt með það og þetta er oft notað í ákveðnum tilgangi þetta er auðvitað svona ákveði valdatæki sem þú ert að nota, menn þess vegna er ofbeldi notað í stríði, kynferðisofbeldi þetta er auðvitað og þetta er bara óásættanlegt og ég held að flestum kallmennu finnist það ég held það og ég held að þessi vörn eitthvað ekki allir kallar, ég held að hún sé ekki gagnleg fyrir kallmenn þú veist að ég held að þeir ættu meira styrnilegt bara af hverju er þetta svona því ég bara trúi innilega og ég hef átt þetta mörg samtíð, ég var mjög virk þegar ég fórum í þessa MeToo, þá vorum við að segja, hérna eru sögurnar okkar, svona birtist þetta okkur. Við vorum ekkert að nafngreina neina eða elta neinn uppi eða sleikt, við bara segja, finnst ykkur þetta eðlilegt? Þú veist, finnst ykkur og ég var svona, ég var vonir við og mér fannst alveg svolítið fyrst á eftir að þá kom það alveg svona að bylgja með að auðvitað þurfum að laga þetta starfsumhverfi, sérstaklega ungra kvenna lítur að þurfa að vera öruggara, ég menna það er ekkert eðlilegt að það er verið fyrir þessu og þessu en svo kemur alltaf eitthvað bakslag og maður finnur alveg fyrir því og ég held að annað væri einhvern veginn ekki satt að segja Einhver myndi segja núna bakslag, við erum bara með konur alls þar í öllum stjórnunarstöðum en það er ekki það sem við erum að tala um það er einn partur en þá segi ég svo bara að það er frábært að það hittist þannig á núna og það bara sýnir að Íslands samfélag lítur ekkert endilega á konur sem eitthvað verri heldur en kalla og ég held að það sé ekki þannig, ég menn það er staðan í Bandaríkjunum að það er, ég menna, það var einhver könnun áður en að forsetakosningarnar voru sem var kynnt á jafnréttisráðstefnu þar sem var í rauninni ekki helmingu Bandaríkjamanna sem að gat hugsa sér að kona gæti verið forseti núna sko. Þannig að við erum ekki þar, ég meina við kursum Vigdísi forseta fyrir löngu síðan og við erum að kjósa konur og við erum að treysta þeim í alls konar stjórnunarstöður svona ekki jafn mikið kannski á köllunum en þú veist en ofbeldið og viðhorfið það er einhvern veginn, við þurfum einhvern veginn og ég allar ágjör af sko líka bara yngri kynslóðum og núna náttúrulega þessi risastóra samfélagstilurinn okkar með að allir hafi aðgang á öllu efni alltaf, allstaðar sem við vitum ekkert hvað áhrif mun hafa og efni eru þetta ekkert eitthvað, ég meina unga fólki okkar er ekkert bara að fá efni frá Íslandi eða bara að fá, þú veist, þetta er ég pínu ágjör af hvaðan eru áhrifin að koma, hvernig komum við
skilabóðunum að samfélag þar sem allir jöfn og mannréttindi gilda og líðræði og auðvitað réttaríki helst sem við getum treyst á sé best, þú veist, að því að og ef að fólk upplifir eins og núna eins og bara núna nýlegt dæmi úr fréttunum varandi réttaríki að það virki ekki, það alveg alvarlegt, við þurfum einhvern veginn að treysta þessa stóri, við séum mannréttindaþjóð, við kjósum okkur fulltrúa til þess að stýra og við verðum að geta treysta á að lög og reglur gildi í landinu og réttaríkið taki á málum sem þurfa að taka á, að við þurfum ekki einhvern veginn að vera að gera það sjálf og ég bara, sem einmitt svolítið það sem að MeToo kannski var, það var svolítið svona að fólki tók ég bara málinu sínar eigin hendur, það var eitthvað það var lítið svörun svona frá yfirvöldum, það var við vissum öll af ofbeldinu, það gerðist aldrei neitt. Nei, það alveg rétt, en við reyndum allavega hér á Íslandi að halda þessu þannig að þetta væri samfélagsleg gagnrýni og við vorum óska eftir því að allir væri með viðbragðsáætlanir ef slíkt kæmi upp, að væri forvarnir til þess að fræða fólk bara áhrif og líka, ég menna það eins og ef þú fyrir mikið beint í ofbeld, bara kynferðisleg áreitni, kynbundin áreitni, ég menna það ekki eins og allir sem áttar sig á því að þeir sé að beita því þeir halda þeir sé að brandara það bara koma inn með fræðslu og það voru, ég veit alveg að þannig dæmum að fólk bara, upplýf þið það þannig þú veist, og það bara einhvern veginn, þú veist, og við vorum að reyna kannski að kallmenn myndi geta lesið þetta sér til gagns og átta sig á, þú veist, og ég menn það ekki allir strákar sem að skilja af hverju stelpur skipta vegarhelming ef þeir mæta hópa strákum. Þeim finnst það skrítið, en ef þeir skilja af hverju þeir það vegna þess að það bara ástæði fyrir, við þurfum að óttast hópa strákum vegna þess að þannig samfélag okkur og það óásættanlegt. Auðvitað ætti stelpum bara geta gengið í gegnum á þess að verði eitthvað hrætt og auðvitað sjaldnast myndi nokkuð gerast, en bara að skilja heim hinna, ég held að það sé greiðlega mikilvægt. Og við séum einhvern veginn bara ekki alltaf bara eitthvað, ég hef aldrei gert neitt. Og ég menna, það ekki gagnlegt. Það ekki gagnlegt fyrir samfélagið og mér það eins núna erum við að taka móti fólki vísvegar aður heiminum og við þurfum líka að hlusta þau. Hvernig birtist samfélagið ykkur? Eitthvað sem við getum lært af ykkur? Svona birtist þið okkur. Ég átti frábært samtalið konu sem var flutt í blokku við Breiðholti og hún var eitthvað bara það heilsar mér enginn. Hvað það? Og ég bara, þannig við. Það ekkert persónulega. Svona hlutir að við séum einhvern veginn pínu forvitin og séum tilbúin til þess að setja okkur inn í einhvern veginn læra af reynslu annara því að ekki myndi ég vilja það náttúrulega ekki hægt að sitja sig í spór alla og að taka inn alla reynslu allra en mér finnst feminismin snóða mikilvægt þetta mér finnst þetta bara að vera svona mannréttindabarátta í grunninn en mér finnst við taka utan allt þannig ég hef ekkert verið að taka mikil þátt í þessari umræðu undanfarið en mér dettur ekki hægt að kalla mig feminista það væri bara það minnst það bara grunninn að þeim líka að fara í pólitík og það var líka það sem kveikti í mig bara þessi barátta þegar ég átti veikt barn og ég veist bara þetta þarf að ganga meira þetta þarf að ganga betur fyrir sig og ég voru búin að vera einhverju viðtalegt mann og var að segja frá og þá mér talaði hafði strákur sambandi með á Facebook sem átti pólska foreldra og það var bara eitthvað, það enginn að tala fyrir mig og það alveg satt þannig að líka mikilvægt að maður noti sína þekkingu til þess að og svona, sína rödd til þess að tala fyrir fleiri en bara mann sjálfan þannig að ég auðvitað ég oft sagt, ég bara mjög glöð að vera ekki ung og sætt það mjög erfitt stundum í mörgum aðstæðum en ég skil stelpur og og það bara ásættanlegt að einhvern veginn þar þurfa að vera varðbyggi það bara árið minka með aldrinum það ákveðin frelsun það ekki allar konur sem þú að segja en það verður öðruvísi bara og þetta verður þetta bara haldið mörgum konum tilbaka lengi og það eru margar konur sem í bara alls konar stöðum sem hafa tímabundi tekið bara orðið fyrir svona áfalli, orðið fyrir einhverju og tímabundi kannski bara lagst í, orðið veikar degið sér úr opinberri umræðu og komið síðan aftur þar orðin að jafna sig og það auðvitað oft tilgangurinn
með ofbeldinu að einhvern veginn halda konum svona svolítið það er svona slökkur svolítið í þeim mitt og þannig ég tekja alveg þannig dæmi líka þó ég hef ekki akkurat kannski gert það en sérstaklega í kringum MeToo þá er þetta algjörlega þá er þetta alveg yfirgengilegt fannst mér hvernig sem er komið fram Já, ég sammála því. Þú talar mikið fjölmenninguna og hún ég heyri það, hún verið mjög mikilvæg en núna verðist við líka að vera að sjá ákveðið bakslag í þessum máli. Fólk er farið að tala innflytjenda vandamál og það farið að tala flóttafólk sem einhvers konar bara vandræða fólk og að vilji loka landamærum betur og inngilding hafi mistekist og eitthvað svona. Hvernig finnst þér að við getum svona einhvern veginn snúið þessu við? Af því að það augljóslega, það eitthvað þarna sem að maður verður að horfast í augu við, sko. Það eitthvað þarna sem að það eitthvað vandamál, hvort að vandamálið stafi af því að hér séu fleiri útlendingar eða ekki, það kannski, við látum það líka með til hluta, þú veist, þá það eitthvað óeining bara í hópnum. Já, það það. Sko það sem að, ég held að þetta auðvitað nýtt hlutverk fyrir Íslendinga einhvern veginn og fyrir íslensk stjórnvöld og nýtt, ég meina, þetta nokkrir áratugir, þetta ekki langur tími og ég man bara, á tímabilinu, menn ég búið út í Svíþjóð og kom tilbaka og ég var bara alveg hiss, þetta bara svona maður einhvern veginn. En það einhver óeining í samfélaginu og ég held að við grípum í þetta eitthvað sem við sjáum maður öðruvísi. Við erum alltaf að grípa og við erum einhvern veginn rosa mikið núna að búa til við og þið, við og þau eða einhvern veginn að gera aðrir eru vandamálið og börnin eru ómálið eða gamla fólki eru ómálið konur eða kallar eða fólki í þessu hverfi eða þessum landslita þið veit, höfuborgin versus landsbyggðin ég held að það væri rosalega gagnlegt ef við getum einhvern veginn tekið okkur upp úr þessum hugsunarhætti af því að við erum í rauninni bara öll fólk og við búum hér og þetta búum við hér og við veljum að búa hérna því okkur langar það við kunnum við íslensk samfélag sem að byggjur á svona frelsi og maður að geta tjáð sig fyrir alst og einhvern veginn haft frelsi til þess að trúa það sem maður vill og koma bara verður þetta að koma vel fram við alla og auðvitað skrítið þegar koma einhvern veginn hópar fólks inn sem eru með önnur gildi aðra trú einhvern veginn og það verða svona áreikstrar og ég held að við hefðum alveg geta gert það betur svona eftir á að hyggja og líka bara núna og ég búin að vera svolítið að spyrja mitt bara, ég spurði pólska sendirann í morgun, ég var ekki full ég veit með það en hann var líka að segja, það alveg, það erfitt að fá að læra íslensku ég meina, nú eru Pólverjar það gengur nú vel það gekk ekki vel einu sinni nei, en þau læra samt mörg ekki íslensku og við erum kannski ekki mikið að bjóða þeim í kórinn eða eitthvað þetta svona alls konar sem ég held að við þurfum svolítið að taka til okkar en minnst af fólkinu sem býr hérna flóttafólk og ég held að það sé mjög mikilvægt að einhvern veginn aðgreina það eru eins og í Reykjavík eru bara 50 hver maður fættur einhvers staðar annars staðar með annar ríkisfang eða fættur annars staðar og það bara stór hluti okkar samfélagi og það bara partur af hvað gerir borgina lifandi og menn í nú eru bókmenntahátti, það fólk bara vísarað úr heiminum sem að kynna okkur fyrir bókmenntunum sínum, við erum með kvikmyndahátti, við erum með alls konar veitingastaði, þetta hluti af því sem gerir Reykjavík spennandi og einhvern veginn mér svo mikilvægt að fólki sem að hinga flyttur upplifi að það eigi borgina með okkur að borgin er bara samfélag samfélag er bara sameign samfélag, bara eigum eitt þetta félag saman þau eru að borga mikið inn í þetta félag og við þau eru flesta bara á vinnumarkaðinum og eru að vinna mörg bara mikilvæg störf og ég held að það er svo mikilvægt að við einhvern veginn aðgreinum þetta svo kemur fólk sem að hér á flótta og að flýja bara oft alveg skelfilegar aðstæður bara, ég bara
Og það mikilvægt líka fyrir Ísland, bara sem þjóð meðal þjóða, að taka á móti fólki sem að þarf alþjóðlega vernd og veita því vernd sem að ekki getur búið næstar. Og við þurfum að taka þetta öðruvísi á móti þeim. Og þá kemur það inn á áföllin og sýna þeim meiri skilning og stuðning. Og auðvitað hafa stjórnvöld gert það. En ég held við sem aðeins svo mikið að blanda þessu saman. Já. Og ég veit ekki, það mikið talað ofbeldi, glæpi. Mér sagt að hér séu líka komnar einhverjar erlenda glæpaklíkur, bara eins og í öðrum löndum, það ákveðnar glæpaklíkur sem koma sér fyrir við það. Það er eitthvað sem það þarf að taka á. En það tengist ekki endilega fólki sem að flótta. Nei. Vist? Og ég meina við sem að þekkjum fólk á flótta. Við vitum að þau vilja ekkert nema bara fá að vera í friði. Og bara þú lifa við frið og eignast eitthvað gott samfélag kring sig. Og ég er kannski búin að horfa á, ég meina, ég var að tala við fjölskyldum daginn sem einhvern veginn bara voru búin að lifa í marga viku, bara fengu eina flösku vatn á dag og hún þurfti að duga. Ég næstu búin að drekka heilt vasklas menn ég er að tala við þig. Það var bara dagsskammturinn. Horfa húsið sitt sprengt, frængu ömmu degi. Þetta er alveg bara fyrir okkur Íslendinga að setja okkur í þessi spor og einhvern veginn reyna að sýna smá samkennd með fólki og veita þeim skjóla meðan við þurfa. Flestir eru auðvitað vilja bara vera heima hjá sér og fara aftur heim. Já. Og ég skil það mjög vel og ég veit að við náttúrulega erum núna búin að vera með fólk sem þurfti að flýja heimili sitt í Grindavík og þetta af öðrum ástæðum en líka hræðilegt og það er mikið áfall og þetta langar flestir að bara aftur heim þó að þau fá að vera hérna og þar landi stundarsakir þetta ég er smá ágjur af þessari umræði af því að glæpir eru eitt glæpagengi hræðilegt, ofbeldi algjörlega, við höfum aldrei að senda ekki ofbeldi og við höfum alltaf að vera bara mjög, og ég myndi gjarnan vilja Íslands samfélag ekki harðar á slíkum málum en einhvern veginn að við tökum samt ekki í mennskuna af okkur og við séum ekki einhvern veginn einfalda það fyrir okkur að það séu aðrir af því að við þurfum ekkert áður en að kom nokkur Íslendingu til Íslands það voru samt glæpir og konur urðu þeim var naukað og það verða ennþá fyrir ofbeldi og þetta er ekki bara einflutt en auðvitað, þessi aðgreining er og mér finnst þetta hluti af því sem ég var að gera sem borgarstjóri einhvern veginn að vinna því að við tölum meira saman og eitt af mínu uppáhalds svona verkefni sem ég gerði sem formaður velferðarráðs var að við fórum að taka á móti fólki sem er komið með alþjóðlega vernd inn á Vítatorgi þar sem eru eldra fólk í svona félagsstarfi. Þannig við vorum með félagsstarfi fyrir bæði fólk sem var komið alþjóðlega vernd og var svona að taka sín fyrstu skref í samfélaginu og eldra fólk á sama stað. Og þar voru til dæmis hópur af afganskum konum. Ég meina, konur í Afganistan. Ég meina, við góður hvað ég feina þær koma hingað. Þær voru að sauma og gera alls konar við hliðina á eldri íslensku konum og ég meina, þó eru talgið saman, þá ertu samt á sama stað og þú áttir að við erum allir bara fólk. Og við klæðum okkur ekki eins, við lítum ekki eins út, en við erum ekkert endilega að sauma ólíka hluti. Skilur við, og ég meina við erum að fara í sömu búðina og kaupa kannski ekki alveg sama mat, en ég meina við þurfum alltaf að nærast og við eigum lítil börn og þau eru líka börn og þetta er svona, ég held að bara þetta minnkar fordóma og minnkar hræðslu og minnkar einhvern veginn þetta við og þið, að við séum meira bara svona einhvern veginn á sama stað. Það er þessi inngilding sem að Já, en það hljómar svolítið svona eins og maður ætla að setja eitthvað inn. Eins og maður ætla að gera. Eins og einhver sprauð, en þetta er bara samfélag. Ég meina, ég held að við getum alveg lært af mörgum öðrum, en ég held að þetta sé mjög áreiðandi núna. Ég held að við séum alveg á smá svona krosskutum með þetta. Þetta getur þróst í alls konar áttir. Og mér finnst ekkit fólk á öðrum uppruna betra að vera en heldur en Íslendingar. Ég meina, ég elska að búa í Íslandi, við sem þjóð, frekar skemmt, við erum alltaf mjög mörg með ADHD. Já, ég held að það sé eitthvað svona rannsóknarefni. Já, Kári Stefánsson með eitthvað svona rosa kenningu að við hefum þurft að til að lifa, bara eldgos, jarðskjálfti. Og ég meina, mér finnst þetta bara, ég meina,
samsami með því fólki og því þjóðurni og það bara, þetta bara mín borg og en það þýðir ekki að aðrir get ekki átt hana með mér. Einmitt. Já, maður þarf einhvern veginn ekki, manni þarf ekki að líka við alla, það þurfum ekki öllum að líka við mann. Nei. Þetta svolítið svona mikilvægt þegar maður átt að segja þessu. En við getum nú samt búið hérna hlið við hlið. Já, og kannski bara, átt bara skemmtileg samskipti og maður getur lært eitthvað nýtt og svo erum við all bara svo erum við all bara fólk, sko. Og hver veit hvort að við þurfum einhvern veginn að flýja eitthvað. Það ekki fjarlægt Íslendingum að þurfa að rýma svæði. Og það eitt af það sem við erum líka að skoða bara núna út frá jarðhræringum og alls konar, sko. Maður veit aldrei hvað framtíðin byrja skutt sér. Nei, það hvað hérna Ljósufjalla og svo það Reykjanesið og við erum alveg í miðunni. Ég formaður almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins, við vorum að funda í morgun og maður bara eitthvað, en það alveg verið að undirbúa alls konar, en það gæti alls konar gerst og það alls konar sem við þurfum að vera viðbúin og segjum sem svo hræðilega færi að þurft að rýma allt höfuðborgarsvæði, það ekkert svæði á Íslandi sem getur tekið við því. Við erum 250.000, þú veist, en það er mjög ólíklegt að nokkuð tímann gerist. En það maður veit aldrei. Nei, og þá myndum við sannarlega vilja geta flúið eitthvað. Og fengi stuðning og hjálp og við erum rík þjóð. Mér finnst við erum svona mannréttinda þenkjandi fólk og ég held að við viljum alveg gera vel, en auðvitað getum við ekki, eins og margir segja, við getum ekki bjarga öllum, við getum ekki tekið á móti öllum, við getum ekki, og auðvitað eru takmarkanir og húsnæði og skólaplás og allt það, en ég held að við erum... Þú veist, ef að samfélagi stækkar og stækkar maður samfélagi bara. Já, algjörlega, en það þarf svona, þú veist, já. En bara svona stefnuborgarinnar í málefnum flóttafólks. Ég heyrði því hvíslað að það ætti að leggja niður ákveð svið sem að hefði svona sinnt þessum málum og færa yfir til Vinnumálastofnunar. Er þetta eitthvað sem er staðfest? Já, nei, sko, það er í rauninni bara Vinnumálastofnun sem er að taka til sín. Við höfum sem sagt verið með samning við ríkið lengi. Þjónustu við fólk sem er að bíða eftir því að fá svar það hvort að fara alþjóðlega vernd eða ekki. Við höfum stækkað þann samning og gert það, en núna hefur ríkið ákveð bara einhliða að segja upp öllum þeim samningum. Það er gistisskilið og... Já, og bara sjá bara þá sem eru umsækjendur sjálf. Að mörgu leyti held ég að það geti bara verið fínt. Þá er bara meiri aðskilnaður, þú veist, að því að sveitarfélög eru góð í samfélagi, þau eru góð eiga að vera góð í inngildingunni, að samþætta fólk inn í samfélagið, menntunin, skólarnir, eitthvað svona. Það hefur stundum verið svolítið flókið að við séum með suma og ríkja með hina og svo kemur einhver gagnrýni og þá erum við bara nei, það er ekki við. En svo kemur þessi hópur og þá bara já, það er við. Það er svona fyrir fólk að átta sig á hver er að þjónusta hvern. Og auðvitað er ég að vonast til þess að þau fáið þá bara einhvern veginn áfram jafn góða þjónustu því við hefum þetta lagt metna þetta eru fyrstu oft dagarnir sem þú ert hér. Og þú ert að koma á einhverjum aðstæðum og ert að sækja hér alþjóðlega vernd og þetta er oft bara fólki í miklu áfalli. Þannig að ég bara ætla að binda vonum við það að Vinnumálastofnun sé þá einhvern veginn taka þéttar utan hópinn, þau vilja fá allir til sín, þeim hefur fækkað. Það eru færri sem eru að sækja núna heldur en verið hefur. Einhver hluta vegna. En við munum eftir sem áður bara hafa þá okkar alþjóða teimi sem er að sinna fólkinu sem fær alþjóðlega vernd eða fær hér tímabundið dvalarleyfi eða einhvers konar leyfi til þess að koma og ég held að mörgu leyti þá bara við munum þá bara efla það og gera það betur og það er eitthvað sem ég hef haft huga á lengi. Eftir að kennitalinn kom inn í hús að þá taki borgin og sveitarstjórnina við. Og ég held að mörgu leyti, þú veist, þá er það bara á hreinu. Einhverjum myndi hafa áhyggjur að því þetta myndi færast svona yfir ríkið, þetta verði svolítið svona, þetta talaði fanga flóttabúðir sem er svona í hugumarka mikið ágefni. Mikið ágefni, já, akkurat. En þá væru sveitarfélögin allavega ekki ábyrg fyrir því. Ég heyri líka ríkið talar að þau vilja svara fólki fyrr, taka málin þeirra hraðar í gegn. Eftir sem áður ef að koma börn, þá er því þjónustu hjá sveitarfélögum, þau hafa eiga rétt á skólagöngu og þú veist, þannig ég veit ekki alveg þetta á eftir að sjást, en ég ákvað allavega bara, ég hugsa að þetta er einlega ákvörðun ríkisins, þetta var ekkert ekki í samræðu af okkur. En þetta er auðvitað eitthvað sem að þau kosta og þau ber ábyrgð á
En mér er mikilvægt að sveitafélögin einhvern veginn þegar fólk fær stöðu og færa leyfi til þess að búa hér að við séum einhvern veginn þá tilbúin til þess að taka við og við munum þá bara horfa ennþá meira á það að fókusera á að gera það vel og við höfum þetta farið þá leið í Reykjavík til dæmis við erum með sendiherra þannig að við höfum fengið fólk af erlendum uppruna úr mismunandi þjóðerni til þess að vera svona ákveðin tengiliðir við fólk í sínum málsvæði oft eða sínu landi mjög skemmtilegt og ég held við getum gert meira sko. Ég hef líka haft áhuga bara eins og bækur og svona bókasamninu þú veist bara, það er ekki alltaf að endurspegla samsetningu íbúa skiljið að við séum svona svolítið að mæta því að vera borg allra og var einmitt búin að vera að heyra í nokkurum borgarstjórum með það bara hvernig þau gera þetta því þetta er bara frekar nýtt fyrir okkur en það tekur ekkert af okkur Nei. Og okkar menningu og okkar gildum og ég menna við höldum upp á sem á daginn fyrsta bara alveg eins og engin sem morgundaginn og alla okkar hátíðista en það einhvern veginn að taka eftir og viðurkenna aðrir í aðra daga það tekur ekkert af okkar og ég menna oft við viljum bara fleiri frídaga ég held að það var bræðislegt getum fengið bara sem flesta það var bara endilega en ég veit að Ríkissjónvarpið hefur líka eitthvað verið svona skoða er það ekki eitthvað varandi Jú, ég sá svolítið með efni það er tungumálakennsla gegnum RÚV-appið sem að ég rekka augun í daginn fyrir einhverja slistni það var mikilvægt ég ætti að skoða það ég veit að vera Íslendingur í Svíþjóð og mér fannst alltaf voða gaman að einhvern veginn var svona að vera að lyfta því að Ísland væri að væri Íslendingur í salnum eða Íslendingar sem byggju borginni ég held að og það tók ekki neitt að síðan þeir voru ekkert að breyta neinu hjá sér fyrir það sko en bara svona á þessu nótum Palestína fyrir ári síðan cirka þá lýsti Akureyrar borg bara yfir fullu stuðningi við fólkið á Gaza og svona fordæmdi árásir og annað það var ekkert slíkt komið frá Reykjavík stendur það eitthvað til? Já, þetta er eitt af sem við höfum verið við tókum þetta fyrir í lok síðasta árs og í rauninni fordæmdum þetta og í rauninni bara allar árásir og á fólk ég held að sé bara mikilvægt að við gerum áttum okkur betur á því hvað við getum gert sem borg og ég menna ég tók þátt þarna í alþjóðlegri friðarráðstefnu borga í París, réttur í páska þar sem voru borgarstjórar frá öllum heimshornum og við vorum að tala um það við borgir berjast ekki með vopnum borgir berjast með orðum og gjörðum og samfélag borga er mikilvægt og við getum staðið saman það að standa með fólki en hins vegar svo utanríkisstefnan ríkisins þannig að við hefum verið í ákveðnum samskiptum við utanríkisráðuneyti varðandi hvað við getum sagt ég var mjög fegin að geta sagt til þessari ráðstefnu að Ísland hefur lýst yfir stuðningi við Palestínu og að Palestínu hefur sjálfstætt ríki og við fylgjum í rauninni utanríkisstefnu landsins ég held að þyrfti að verða einhver gríðaleg breyting til þess að Reykjavík og borg myndi ekki gera það en fánarnir palestinski fáni nú er það eitt af svona því sem hefur verið gagnrýnt þessi flagga fyrir Úkraínu sem er bara vel en ekki Palestínu það er eitt af því sem við höfum verið í samtali við utanríkisráðuneyti með hvort að það sé æskilegt eða ekki og kannski ættum við bara að flagga fleiri fánum er það ekki bara? Já, kannski og líka bara, mér hefur líka dótt í hugberg ættum við ekki bara að flagga á þjóðhátíðardögum landana þar sem fólk býr í borginni til þess að sýna þeim svona hluttekningu og samklæðast með fólki þannig að ég held að en þetta er eitthvað sem við þurfum að vita af og þurfum að ræða utanríkisráðuneytið svo við séum ekki að styggja neitt og ekki taka neitt og ekki og við erum auðvitað ekki með neina Þú ert ekki trædd við það samt að styggja fólk Nei, alls ekki og ég meina, ég bara þetta hræðilegt ástand í Palestínu og líka í Ísrael og þetta voru að sér ráðstefnu líka Palestínu fólk sem að býr Ísraels megin og eru ísraelski ríkisborgarar, ég meina 20% af Ísraelum eru Palestínumenn og ég meina lífið er líka erfiðar fyrir þau og ég meina það þarf að leysa deilu
Og þau voru líka að tala um það, bara please viljið þið bara horfa á það að gera allt sem þið getið til þess að leysa þessa deilu, ekki vera bara að telja hverju deyja og hvor er verri og hver gerir hvað, af því þú veist bara deilan er hræðileg og hún er bara, þetta kom fyrst og fremst niður á konum og börnum sem búa á þessu svæði, þetta var alveg skelfilegt sko. Það er hryllilega. Og svo náttúrulega erum við fleiri svæði eins og margir nefna þegar við förum að tala um þetta, ég meina að tala um Afganistan og Suður-Súdan og þú veist, og ég veit alveg hérna, það er víða hræðilegt sko, en og við getum gert betur bara alþjóðastofnanirnar sem voru búin til eftir seinna stríð, þar greinilega virka ekki sem skildi og við þurfum einhvern veginn eitthvað nýtt alþjóðakerfi til þess að taka á svona málum. En þá erum við komin yfir í ríkispólitíkina og ég er að reyna að halda mig hérna. Þú ætlar að halda þessu í borgarhlutunum. Kannski svona áður en að ég sleppi þér út í daginn, ég veit þú ert mjög upptekinn og aðstofamaðurinn er komin hérna kaldinn. Bara aðeins svona í skipulagsmálum. Ég get eiginlega ekki sleppt þér á þess að minnast á græna gímaldið og svo auðvitað líka bara Einar Þorsteinsson og allt, ég meina að þetta var heilmikið mál, þetta bara, þú einhvern veginn kemur inn sem borgarstjóri í miklum kvelli og samstarfsmaður þinn Einar og fyrir borgarstjóri og hann einhvern veginn er á bak og burt og svo er allt í eitthvað grænt gímald í Breiðholti og það einhvern veginn svona virðist allt vera allt eigi að kenna þetta, er það ekki? Já, líka rigningin. Það er alltaf, Nei, ég held að sé nú ansi, þetta græna gímald var nú komið aðeins fyrr, það kom hann í desember og Einar segir af sér hann í febrúar. En þú veist, þetta er bara eitt af því sem er skrítið, óskiljanlegt og pirrandi. Við stundum borgarkerfið að einhvern veginn svona fara í gegn og gegnum kerfið að einhvern veginn reisi eitthvað flagg og þetta var bara auglýst samkvæmt lögum og reglum og það kom athugasemdir og þeim að svara og svona, en einhvern veginn virðist enginn hafa gert sér algjörlega grein fyrir bara útliti hússins og hvernig þetta myndi koma niður á lífsgæðum íbúana hana og það hafa verið alls konar samtöl, það er alls konar, veit ég. Og ég bara líka íta eftir því að við finnum einhverja lausn sem fólk getur sætt sig við. En þarna eru aðilar búin að kaupa lóð, þeir eru búin að byggja hús og búin að gera leigusamning og það er ekki þannig að ég geti bara sagt þetta hús á að rífa, það er ekki frekar en bara húsið þitt eða einhvers annars sko. Þannig að þarna er bara eitthvað að við þurfum einhvern veginn að finna á þessu lausn saman en ég skil alveg að fólk sé pirrað og ég menna þetta er ekki gaman og þetta er auðvitað eitthvað sem að síðan hefur áhrif víðar en sem betur fyrir finnst mér almennt allir uppbyggingaraðilar, nú vil ég ekkert eitthvað að tala illum þennan uppbyggingaraðilar sem hefur talið sig verið í góðri trú með að þetta mætti bara vera svona. En mér finnst almennt uppbyggingaraðilar vera að vanda sig og vera að gera vel og ég meina við erum að koma inn með ný hverfi sem að mörg hverju eru bara algjörlega frábær og bara eins og núna er á Vesturhöfn sem var á Vesturbugt þar er við hanna flott hverjum við Kringluna, við erum þetta verður óbáslega fárt en oft á uppbyggingatíma er þetta aldrei svona, þetta er ekki fallegt sko. Þannig við erum ekki búin að leysa það til miður en við munum vinna því að reyna að finna einhverja ásættanlega lausn fyrir alla aðila. Og það verður kannski ekki allir neitt óbúslega glaðir en það er oft besta lausnin þegar fólk er svona allir eru hæfilega ásattir og hæfilega glaðir. Já, það er nú bara, ég myndi nú segja að þetta væri bara svona mjög jafnaðarmannalegt það er bara fínt að enda á þessum lögum. Heiðabjörg Hilmarsdóttir borgarstjóri, þakka kærlega fyrir að koma og spjalla við mig daginn og veginn. Við hefðum getað haldið áfram í marga klukkutíma viðbót. Alveg örugglega. Stundum er gott að vera með svona bremsu á kantinum. Já, það er aðstæðan að gera gagn. Þakka kærlega fyrir. Takk fyrir og gleðilegt sumar. Já, gleðilegt sumar. Og þetta er náttúrulega okkar eini stærsti hátíðisdagur. Já, sammála. Og á þessum notum þá ætlum við bara að ljúka þættinum og helgispjallinu og minnum ykkur á að hægt að gerast áskrifandi af samstöðinni á samstöðin.is. Það er lítill hnappur sem stendur á áskrift, það sem að hægt að leggja til hóflegt gjald og hjálpa til við þetta og bara vöxt þessa fyrirbæris sem samstöðin er orðin og mun verða vonandi í framtíðinni með ykkar aðstoð. Þakka ykkur kærlega fyrir og verðið bara bless. Segðu það á samstöðinni.